ég hef svolítið varað við því að við séum alltaf að setja upp ensku sem ógn því að leið og við gefum til kynna að það sé ekkert pláss fyrir önnur tungumál á Íslandi þá eru líka að gefa til kynna óbeint að önnur tungumál í íslensku málsamfélagi ógni íslenskunni, hvort sem það pólska, spænska, arabíska og svo framvegis. Þannig að ef við erum með þessa sýn þar sem að öll tungumál sem að taka eitthvað pláss í íslensku málsamfélagi ógna í rauninni framtíðar horfum íslenskunar, þá gæti það í rauninni haft sem afleiðingu skaðileg viðhorf gagnvart fjöltingi og þar af leiðandi gagnvart innflytjendum. Almennt í okkar samfélagi þá hömpum við svona ákveðnum tegundum af fjöltingi en fordæmum það sem að svona tengist menningu ungs fólks oft eða það sem tengist jaðarsettum hópum og hér gildir reglan sögn í öðru sæti þannig að þegar þú talar og byrjar setningu á tímaleið eins og í dag þá á síðan sögnin að koma á undan fornafninu þannig að við segjum í dag förum við í sund en ekki í dag við förum í sund eins og í ensku. Þú veist, við lærum tungumálið ekki þannig. Ég heiti Íris Edda Nóenstein, ég lektor í íslenskri málfræði og máltækni við Háskóla Íslands og talmeinafræðingur á Landspítalanum. Minn bakgrunnur sem sagt í málvísindum, íslenskri málfræði og talmeinafræði og svo nýti ég í mínum rannsóknum máltækni og gervigreindatól og svona megindlegar nálganir á tungumálið í rauninni. Þannig að minn bakgrunnur fyrst og fremst í rannsóknum á íslensku, í alls konar myndum, íslensku í svona tengslum við önnur tungumál, íslensku þegar fólk á erfitt með að tileinka sér málið, til dæmis vegna málþroskaröskunar eða út af taugarhörnunarsjúkdómum og svo hef ég líka talsvert rannsakað bara breytileika í íslensku og hvernig tungumálið þróast út frá því hvernig börn læra mál. Ég hef líka mikið áhuga á því að hvernig tungumáli tengist annarri hugrænni færni eins og tengslu máls og hugsunar og máls og minnis og svona. Þannig að það alls konar virkilega spennandi í þessu en minn bakgrunnur sem sagt þarna. Ég lærði líka íslensku sem annað mál, kom til Íslands þegar ég var 6 ára, ólst upp að tala frönsku við mömmu mína og spænsku við pabba minn þannig að það líka svona reynsla sem að ég tengi inn í mínar rannsóknir. Hvernig það að læra íslensku sem annað mál. Þetta bara fordómar? Eða þetta svona einhvers konar svona stjætta hroki? Þú veist, að líta niður á svona vitlausa stafsetningu og í rauninni þegar fólk kannski lesblind. Já, myndirðu segja að það væri svona einhvers konar? Sko, stafsetning svona regluvæðing á ritmáli og alltaf þegar við erum með einhvers konar reglur þá hægt að vera réttu megin við reglurnar eða röngu megin við reglurnar og fólk á það til að kannski gera aðeins meira úr því hvaða þýðir að vera réttu megin en tilefni til þú veist, eins og stafsetning þetta mjög yfirborðskennt, sumt rosalega ógagnsætt það hvernig fólk stafsetur hefur mjög lítið að segja innihald þess sem það að segja þú veist, og eins og þú varst að nefna það er fólk sem lesblind það er fólk sem með málþroskaröskun og á bara í rauninni líffræðilega erfiðara með þetta það þá tilefni til þess að í rauninni smána það eða gera lítið úr innihaldi þess sem það hefur að segja mér finnst það ekki en þú veist, við tengjum náttúrulega svona færni í stafsetningu og færni í því að fylgja einhverju svona staðli í tungumálinu við ákveðna mannkosti og það fylgir því svolítið að vera með ritmál og vera með eitthvað sem þykir betra en annað, eitthvað svona formlegt málsnið og svo framvegis en jú, ég minna þetta að einhverju leyti fordómar og einhverju leyti svona forréttinda firring þannig að fólk sem á auðvelt með þetta þá svo erfitt með að skilja hvernig það að eiga erfitt með þetta. Já. Sko, þegar maður fer að læra málvísindi og kynna sér bara
íslenska málsögu þá verður þetta svo ótrúlega áhugavert í rauninni þessi breytileiki sem í tungumálinu. Það verður bara að rannsóknarefni frekar en einhverju þar sem maður að staðsetja sig réttu eða röngumegin við einhverjar reglur eða hefð. Þannig að það sem gerist held ég þegar fólk fer að læra bara mannlegt mál að það skilur að það svo margt í þessu sem náttúrulegt og eðlilegt og í rauninni afleiðing þess bara hvernig við tilengum okkur mál. Við erum svo vön því að hugsa það að læra mál og alls konar annað sem eitthvað svona sem við lærum í skólanum, eitthvað svona einhverja reglur, en það ekki þannig. Börn tilenga sér mál að miklu leyti í rauninni ósjálfrátt. Það enginn, þú kennir ekki íslensku barni, heyrðu, nú ert þú að læra íslensku og hér gildir reglan sögn í öðru sæti, þannig að þegar þú talar og byrjar setningu á tímaleið eins og í dag, þá á síðan sögnin að koma á undan fornafninu, þannig að við segjum í dag förum við í sund en ekki í dag við förum í sund eins og í ensku. Við lærum tungumálið ekki þannig. Fattar hvað ég meina? Þannig við tilengum okkur það náttúrulega í rauninni út frá málumhverfinu. Og málumhverfi fólks alls konar. Það eðlilegt að það sé breytileiki í tungumálinu, svo kennum við börnum í skólanum að það sumt sem að þykji betra í formlegu málsniði og annað ekki, en það þarf samt að vera þessi þekking á því hvað eðlilegt að sé breytilegt í tungumálum. Já. Eitt af því sem hefur oft verið bent á, sérstaklega kannski af svona óþolandi feministum, sem að þú ert nú líka óþolandi feministi. Algjörlega óþolandi. Það er að benda á karllægni íslenskunar og bara kynjun tungumálsins. Þú veist, það er ógeðslega erfitt að tala í svona kynhlutlausu tungumáli. Getur aðeins bara ávarpað þessa kynjun og karllægni? Já, fólk blandar allskyns ólíkum hlutum saman í þessari umræðu. Það málfræðilegt kyn í íslensku. Ég meina það birtist í því að stóll karlkynsorð og borð hvorugkynsorð og það hefur ekkert með nein í rauninni svona feðraveldis eða jafnréttis sjónamið að gera. Við erum bara með tungumál sem með málfræðilegt kyn. Dauðir hlutir hafa málfræðilegt kyn og það tengist ekkert eiginleikum hlutana. Svo erum við með alls konar annað í íslensku þar sem að karlkyn hefur gegnt svona kynhlutleysis hlutverki. Þannig að þegar við segjum margir segja, þá notum við karlkyn. Þegar við segjum sá sem flöskuhússtúturinn lendir á, þá notum við karlkyn. En við segjum líka hvað segiru gott, og gott í hvorugkynni, en í tungumálinu svo spænsku var í karlkyn þar líka. Þannig að sumuleyti erum við með í rauninni minni svona karlkynslagsíða en önnur tungumál. Svo erum við með samræmi, því við erum með svona ríkt beygingakerfi, þannig að við getum sagt læknirinn sem ég hitti í morgun, hún, ef það kvenkynslæknir, en við segjum ekki góða læknirinn, þó það sé í lagi rússnesku. Þorbjörg Þorvaldsdóttir hefur skrifað þetta frábæra grein í tímarit Máls og menningar sem ég mæli með. En þetta svolítið flókið. Svo erum við með líka þessa tengingu á milli karlkynsins og þess að vera lifandi hreinlega. Þannig að eitt af því sem að Þorbjörg hefur til dæmis nefnt í þessu samhengi er að það merkingamunur á því að segja ég borðaði ekki neitt og ég borðaði ekki neitt. Það sem að neitt gefur til kynna að maður stundi mannátt. Og þá komum við orðinu maður og orðið maður sýnir svolítið svona öll þessi hlutverk að einhver leiti, út af því að maður getur þýtt einmitt bara tegundin manneskjur, getur líka þýtt karlmaður, þannig að ef ég segi við maðurinn minn þá gefur það til kynna að það sé karlmaður. En ef ég segi maður fær svo mikinn bjúg þegar maður óléttur, þú veist, og ég að tala sjálfa mig, þá gerir fólk ráð fyrir að ég sé að nota þetta sem svona óákveðið fornafn. Þannig að það þessi kerfis svona merking karlkynsins, en svo líka svona talað
já, þegar menn sjá þetta, þú veist, þá erum við með þessa almennu merkingu, það er líka þetta stofnana karlkyn, þannig að þeir í ríkisstjórninni og svo framvegis þar sem við tölum oft einhverju svona hópa, sérstaklega ráðafólks, þannig að þeir séu kallar. Já. Önnur umræða sem er svolítið svona ótengt þessu öllu finnst mér og það er hvernig við búum til rými fyrir kynseginleika í tungumáli þar sem að við höfum ekki haft kynhlutlaus fornöfn því að ef við segjum það, þú veist, þá vísar það yfirleitt ekki til lifandi hluta. Einmitt. Og þá þurfum við að smíða ný fornöfn eins og hán og finna út úr því hvernig við notum orð eins og mamma og pabbi kynsegin einstaklinga og svo framvegis og það er bara eitthvað svona sem við þurfum öll að læra og sýna í verki þegar það er kynsegin fólk í lífi okkar að við virðum og leggjum okkur fram þó að sé ekkert alltaf auðvelt einmitt út frá tungumáli eins og íslensku að nota fornafn eins og hán. Mörgum finnst þetta einhvern veginn þrúandi og ég held að það sé mikilvægt að gera ekki lítið úr þannig upplifun. Það er líka málvísindalega lógíst að þú veist orðið eins og maður þó maður sé að nota það í merkingunni fornafn þá eru margir sem að tengja það samt við merkinguna karlmaður og það er bara þannig sem heilin á okkur virkar þegar við erum með orð sem eru margræð þá virkjast alls konar mismunandi svona merking samt og þetta getur verið missterkt í fólki þannig að sumir núna segi ég sumir til dæmis og ég hef ekki í raunin tekið upp kynhlutlaust mál og ég get talað það eftir smástund þegar þú vilt en sumum finnst erfitt að heyra allir velkomnir þegar það er verið að vísa í blandaðan hóp öðrum finnst það ekki og það er þá komum við aftur að þessum breytileika sem að einkennir tungumálið og það er líka breytileiki í skynjun og hvernig bregðast við því sumir feministar bregðast við því með því að í rauninni vera skapandi eins og rappararnir og nota þá hvorukinn frekar þegar það vera að vísa svona almennt og segja öll velkomin mörg segja að og svo framvegis og það náttúrulega er svolítið erfitt að gera það út af því að það er ekki endilega í samræmi við máltilfinningu fólks en þetta er samt eitthvað sem við getum gert sum okkar fólk er mismállegt og sumum finnst erfitt að breyta máli sínu í svona samhengi til dæmis ef fólk er með málþroskaröskun eða talar íslensku sem annað mál og svo framvegis eða er bara ógeðslegar kallrembur og neitar bara aðlaga sér samtímanum Já, ég meina eða já, það getur verið hugmyndafræðilega á móti þessu en það getur líka verið manneskja sem er mesti feministi í heimi og á erfitt með að stunda aktivisma á þessum vettvangi og þá komum við að svona því sem að mér finnst alveg mega heyrast oftar í þessari umræðu sem er að það þarf umburðarlyndi í rauninni í báðar áttir þannig að fólk sem að vill ekki breyta neinu í tungumálinu það verður að sýna umburðarlyndi og leyfa þeim sem að finnst þetta þrúandi og vilja ekki nota tungumáli svona að bara gera það og feministar sem að eru flinkir í að breyta tungumálinu svona þú veist verða líka að sína umburðarlyndi og hafa það í huga að mörgum finnst þetta erfitt og það er bara hluti af því hvernig málkerfi eru uppbyggð og það hvað við erum í rauninni mismunandi að sumum finnst þetta erfitt og það er alveg eðlilegt þannig að það sem er áhugavert er að þú veist, það er þessi sterka málfarslegu tilhneiging hún getur líka birst þarna þannig að við förum að ósjálfrátt að gera ráð fyrir því að einhver sem segir sumir segja sé karlremba að ástæðulausu eins og við gerum ráð fyrir því að einhver sem segir ég vill sé vitlaus af ástæðulausu skilur við En sko, mér lókar aðeins bara follow up af því að sko orð hafa völd, þú veist, þau bara bera með sér völd og
ég skil alveg þegar fólk talar í kallkina því að það bara þannig, þú veist, uppbyggt sko. En þegar þú ert farin, ég meina stjórnvöld, pólitíkusar, stjórnendur á vinnustöðum, fjölbreyttum vinnustöðum, þegar þú tekur bara afstöðu, kennarar, þú veist, þegar þú tekur bara afstöðu og segir bara, nei, ég ætla ekki. Þú veist, finnst þér það allt í góðu? Að bara, ég ætla ekki að aðlaga mig að einhverjum helvítis feministum hérna sem ætla að kúa mig bara eitthvað. Það öðruvísi? Sko, ég held að, þú veist, þetta bara þessi stanslausa umræða það hvernig það best að breyta heiminum til hins betra. Hvaða vettvangur heppilegur, hvaða aðgerðir eru vænlegar til árangurs og hvaða aðgerðir eru það ekki. Og við höfum öll svona mismunandi leiðir til þess að sýna það í verki að við viljum vera inngildandi. Og þetta bara umræða sem má taka og þú veist, ég tek hana út frá svona, á svolítið svona málvísindalegum forsendum og einhver annar kannski á öðrum forsendum. Þú veist, þetta með að neita, mér finnst þetta einmitt svolítið svona vera það fer kannski svolítið eftir hvað við erum að tala um. Þú veist, að tala um einhvern orðaforða, þú veist, að tala um, þú veist, einhver svona hugtök sem eru særandi og það að neita að nota þau fornöfn sem að einhver kýs og svo framvegis. Það alveg á hreinu að það alltaf gagnrýnivert, finnst mér. En þegar þú ert komið með eitthvað svona eins og þetta kynhlutlausa hlutverk karlkynsins í eins og þegar við erum að ávarpa hópa og svoleiðis, þá finnst mér þetta vera núanseraðra og og ekkert endilega augljóst svar þar. Það eru margir sem kannast við að leiður segjast vera íslensku fræðingar eða málfræðingar, þá fyrir fólk einhvern veginn að segja, ég var það að passa mig hvernig ég tala í kringum þig og svoleiðis. En já, það einmitt oft umburðarlyndasta fólkið sem að hefur lært þetta og veit þá hvernig tungumál breytast og það veit að einu sinni sögðu við hellirar í staðin fyrir hellar og við sögðum dalar í staðin fyrir dalir og ég reit í staðin fyrir ég reitaði og við viljum ekkert endilega fara tilbaka í það. Þannig að það hvernig tungumál breytast og hvernig við getum í rauninni nýtt þennan breytileika í tungumálinu á skapandi hátt, það frekar svona rannsóknar efni innan málvísindana frekar en það að fólk setjir sig í einhverja svona dómarastöðu og segir þetta gott, þetta ekki gott. Og svo íslenska ótrúlega merkilegt tungumál, ég minna að það kannski ekki eitthvað sem að fólk hefur almenna tilfinningu fyrir, en svona í málvísindum þá alls konar íslensku sem að þykir mjög áhugavert. Við erum með ríkt beygingakerfi en á sama tíma svolítið svona ósveigjanlega orðaröð, það sérstakt. Við erum ótrúlega órattað tungumál, þú veist, þetta einhver svona smáatriði, svona nördalega atriði sem að fólki eins og mér finnast áhugaverð. En svo hvað þýðir órattað? Við erum með svo mikið af hljóðum þar sem við notum ekki raddböndin. Þannig að þú veist, til dæmis erum við bara með það sem kallað órödduð lokhljóð, eins og í frönsku þá erum við með bæði rattað og órattað B sem Íslendingar eiga mjög erfitt með að bera fram. Getur þú gefið mér þessi dæmi þessi hljóð? Já, ok, eins og bátur, en ef ég segi barn, en ef ég segi unga barn á frönsku þá það bibi, þá það að nota raddböndin í þessu B-hljóði sem að Íslendingar nota ekki. Svo erum við með öll þessi hljóð eins og í allt og neta, órata nefhljóð, þú veist, það mörgum finnst það fárálegt, skilur við. Það alls konar svona skemmtilegt í íslensku sem málfræðingum finnst mjög áhugavert. En svo líka bara alls konar svona áskoranir sem finnst mikilvægt að svona leggja mitt að mörkum í að leysa, eins og það að geta nýtt íslensku í tækni. Það skiptir máli bara upp á framtíð íslenskunar að einhverju leiti, minnst það líka bara skipta máli út af því að við notum tæknina í svo miklu mæli til þess að
bæta lífsgæði fólks og ég vinn með fólki sem á erfitt með að nota tungumálið með tal- og máltruflanir og tæknin getur skipt svo miklu máli fyrir þetta fólk, þannig að ég í verkefnum sem snúast að gefa fólki aðgang að nýjum tólum sem að til dæmis geta skilið óskýrt mál betur en ókunnugir ef fólk til dæmis með óskýrt mál út af Parkinson eða MND og svo framvegis og það svo margt svona sem að gerast sem að ekki aðgengilegt á íslensku og minnst mjög mikilvægt að vinna í þessu, þannig að sumt af því sem ég hef áhuga á sem tengist íslensku mjög svona nördalegt og ópraktist í rauninni, en annað snýst mjög mikið bara hagnýtingu á málvísindum og máltækni í þágu íslensks málsamfélags. Ég man þegar hún formaði Framsóknar Lilja var ráðherra, þá var hún eitthvað svona algjör hetja að berjast við ég man ekki hvað það var, Disney eða eitthvað að texta á íslensku og eitthvað svona þú veist skiptir þetta máli, ég meina þú veist við lærum öll ensku og enska svo stór hluti af okkur, ég meina má þetta ekki bara vera á ensku og svo bara lærum við íslensku í skólanum og heima hjá okkur eða eitthvað? Já sko þetta Disney-mál var svolítið áhugavert út af því að það svona einhvern veginn lýsandi yfir það hvernig tæknin getur svona bætt aðgengi en samt ekki stundum. Sem sagt þegar Disney Plus opnaði fyrir þjónustu á Íslandi þá var fullt af teiknimyndum í boði sem að við áttum ótrúlega vel gerðar svona þýðingar á í rauninni, talsett vandar talsetningar á þessum Disney-myndum en þær fóru ekki með inn í þú veist þessa Disney Plus veitu og það var einhvern veginn svona sérstaklega asnalegt að við vissum að þetta var til og það hefði verið lögð vinna í að talsetja og svo bara einhvern veginn þetta allt í einu aðgengilegt með ótrúlega svona auðveldum hætti og getur bara borgað og fengið aðgang á öllum þessum teiknimyndum en samt ekki á íslensku tali. Þannig að ég meina mér finnst það vera dæmi það að þarna eru tæknirísar sem að hafa ekki metnað fyrir því að sinna einhverjum svona smerri tungumálasvæðum. Já. En þegar kemur að því þú veist hvað afleiðingar hefur þetta íslenskan í rauninni mikill skaði sem hlýst af því að börn horfi stundum á efni á öðrum tungumálum. Það sennilega minna en fólk hefur svona almennt gert ráð fyrir í umræðunni. Það hefur verið svolítið þetta sama sem merki á milli þess að fólk sé að horfa á efni á öðrum tungumálum og hnignun tungumálsins svona í almennri umræðu en það sem að fræðin segja okkur og fjöldingisfræðin segja okkur að það ekkert endilega þannig að það að bæta við tungumáli sé alltaf á kostnað annars máls. Við getum fungerað á fleiri en einu tungumálum sko á heimsvísu þá fjöldingi algengara en eintingi. Það alltaf verið að tala einhverja svona slettur og að erlend áhrif spilli tungunni, þú veist, í riti frá hinu íslenska lærdómslistafélagi 1780. Þannig að það ekkert ný þessi umræða að tungumál get ekki í rauninni verið til að samhliða. En þau geta það alveg og það svolítið svona áhugavert hvernig sumt fjöldingi svona fordæmt en öðru hampað eins og þetta gott dæmi þú veist með teiknimyndir og svona YouTube á öðrum tungumálum eða þú veist unglingar að hanga á TikTok það þykir ekki nógu gott svona TikTok hangs á ensku það miklu verra en að horfa á fréttirnar á dönsku til dæmis eða hafa farið þú veist í framhaldsnám til Bandaríkjanna og viðhalda einhverjum tengslum við ensku þannig að það við almennt í okkar samfélagi þá hömpum við svona ákveðnum tegundum af fjöldingi en fordæmum það sem að svona tengist menningu ungs fólks oft eða það sem tengist hópum
innflytjendum og svo framvegis og þetta eitthvað sem vel þekkt í fræðum, það til svona elítufjöldingi og síðan jaðarsett fjöldingi og við gerum ráð fyrir því að einhvern veginn sumir hópar höndla ekki tvítingi og fjöldingi en aðrir gera það og það yfirleitt menntafólk og rosa fínt að fara á eitthvað frönsku námskeið en ef þú ert að læra ensku af því að horfa á YouTube myndbönd þá það ekki nógu gott og þá þarf maður svolítið svona stíga tilbaka út frá þessum fjöldingisfræðum og hugsa hvað það sem á bak við fordæminguna á fjöldingi í þessum aðstæðum á móti öðrum. Ég hef reyndar ekki tekið eftir hjá þér en kolleguðum þínum getur við sagt sem að fordæma sko enskunotkun og þegar fyrirtæki eru svona alþjóðlega jafnvel eða íslensk sem vilja ná til stórs breiðs markhóps eru farin að breyta íslensku heitum eða slagorðum einhverju og nota enskuna. Þá heyrist í mennta elitunni. Já. Af hverju? Af hverju þá? Ég held að sé þessi svona meðvitund það að smærri tungumál alltaf í einhvers konar varnarstöðu. Okay. Og það er alveg rétt. Þú veist að tungumál sem að færri tala í rauninni eiga í meiri hættu á því að hverfa. Það er bara staðreind það hvernig tungumál svona lifa og deyja. Hins vegar myndi ég segja, ekki mikil hætta þegar kemur að íslenskunni núna. Það hafa aldrei fleiri talað íslensku. Á sama tíma hafa aldrei hlutfallslega færri verið íslenskumælandi á Íslandi. Þannig að þetta eru tvær staðreindir sem að geta búið til svona einhverja tókstreitu hjá fólki. Íslenska með sterka og langa ritmálshefð. Það eitt af því sem að spáir svona hvað mest fyrir það hvernig tungumálum svona vegnar en það sem skiptir mestu máli í þessu samhengi að við tölum íslensku við börnin okkar við sem að notum íslensku sem svona aðalmálið okkar. Það það sem skiptir öllu máli upp á það hvernig svona tungumálum vegnar. Okay. Og svo íslenska, þú veist, tungumál stjórnsýslu og það tungumál menntakerfisins, þetta allt eitthvað sem skiptir máli. En út af því að það í rauninni öll tungumál minni hlutamál meða við ensku. Já. Þá þessi tortryggni gagnvart ensku, sérstaklega einhvern veginn áberandi. Já. Ég hef svolítið varað við því að við séum alltaf að setja upp ensku sem ógn því að leið og við gefum til kynna að það sé ekkert pláss fyrir önnur tungumál á Íslandi þá eru líka að gefa til kynna óbeint að önnur tungumál í íslensku málsamfélagi ógni íslenskunni, hvort sem það pólska, spænska, arabíska og svo framvegis. Þannig að ef við erum með þessa sýn þar sem að öll tungumál sem að taka eitthvað pláss í íslensku málsamfélagi ógna í rauninni framtíðar horfum íslenskunar, þá gæti það í rauninni haft sem afleiðingu skaðileg viðhorf gagnvart fjöldingi og þar alveg gagnvart innflytjendum. Þannig að ég hef svolítið varað við þessu og ég reynir svolítið að setja þetta frekar fram sem svona málrækt í rauninni. Þannig að til þess að hlúa að íslensku og tryggja framtíð hennar þá þurfum við að leggja áherslu á ræktana til dæmis með því að styrkja listsköpun á íslensku með því að passa aðgengi að íslensku námi með því að í rauninni setja fjármagnir sem þarf í að íslenska sé gjaldgeng bara allstaðar í til dæmis stafrænu samhengi. Ég tala stundum það að íslensk hreintungustefna eða íslensk málvernd orðræðan sé svolítið svona stríð og sótthreinsun. Það er alltaf verið að tala ógninar sem steðja íslensku að við þurfum að verjast og svo framvegis mjög mikil stríðstal og svo hins vegar að það þurfa að hreinsa tungumálið af slettum. Slettur eitthvað svona skítugt og við viljum ekki hafa þágufallssýki, þú veist það er svona læknisfræðilegur orðaforði eiginlega. Þannig að ég held að þessi stemning, stríð og sótthreinsun, ég ekki endilega viss að það sé það sem að eigi eftir að vera tungumálinu okkar til framdráttar. Ég er svona
knúin eða sem sagt leiddur inn í það að velta því fyrir mér að tungumálið, íslenska tungumálið sé einhvern veginn svona lifandi og flæðandi og organíst en það er þegar þú settir á Twitter fyrir mörgum árum síðan lagið með Króla og Jóa P. Já, þú varst að tala þér þætti svo áhugavert hvernig þeir bæru fram njóta og lifa og slaggir þetta. Af hverju fannst þér það svona áhugavert og er eitthvað svona sambarlegt sem að hefur verið að gera síðan? Já, sko, rapp er svo áhugaverður vettvangur þegar maður er að tala breytileika í tungumálinu og málfærni út af því að rapp er tónlistarstefna sem hefur verið svolítið svona tölu niður. Þú veist, það þykir ekki, hefur ekki þótt fín menning í rauninni. En það þarf svo mikla málfærni í að vera góður rappari. Og það sýnir svona þegar við tölum það, þú veist, einhversi vel máli farin, hvað þýðir það eiginlega? Þýðir það, þú veist, þýðir það að þú ert einmitt ótrúlega flinkur í að segja ekki mér langar og svoleiðis, eða þýðir það að þú getur verið svona skapandi og leikið þér að tungumálinu og rappað, þú veist. Þetta tengir svolítið því sem ég var að tala áðan þar sem að sum málnotkun er einhvern veginn svona upphafin og önnur ekki. Mér er svo augljóst að það þarf mikla málfærni til þess að vera góður rappari. Og eitt af því sem er áhugavertur rapp er að sem sagt tungumáli sjálft eða þú veist söngurinn að rappið það er hluti af þessum í rauninni kannski, stundum það hluti af taktinum í rauninni og það eru svona ákveðnar atkvæða gerðir sem að henta misvel. Þannig eins og í lifa og slaka og njóta, þá ertu með löng sérhljóð sem eru kannski óheppilegri ef þú vilt vera með eitthvað svona hraðan takt. Þannig að það sem þeir gera þarna er að þeir breyta framburðinum þannig að öll þessi sérhljóð verða stutt í rauninni og samhljóðin verða löng á móti. Og þú veist, ég held ég hafi líka, ég man þetta ekki alveg sko, en ég var líka að tala alls konar sem Úlfur var að gera á þessum tíma þar sem að þeir eyða sko því sem er kallað hljóðgap. Þannig að ef þú ert með 2 sérhljóð í röð eins og bara ég veit það ekki, fara að þú veist, þá er eitthvað svona vandræðilegt gap á milli sérhljóðana og oft setja rapparar eitthvað svona á milli. Þú veist, til þess að búa til í rauninni atkvæðagerð sem er miklu svona taktfastari. Þú veist, sem er þessi la la la, ma ma ma, ba 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 atkvæðagerð sem að eru fyrstu atkvæðagerðir barna. Þú veist, þannig að þetta er eitthvað svona frum atkvæðagerð, skilurðu, sem að rappararnir beisla síðan í rauninni til þess að nýta í sinni listsköpun. Ég las eitthvað pistil daginn frá 63 þar sem er verið að spá því að við á 21. öldinni eigum ekki eftir að geta skilið málið frá þeim tíma því það er að breytast svo hratt og það var að vera að tala um þáfellsíki og eitthvað svoleiðis og á sama tíma var að vera að tala um kanasjónvarpið og enskuna þar og svo var rosa mikil umræða það að fyrst að mæður væru farnar að vinna og börn væru mikið með öðrum börnum þá í daggæslu og svo framvegis þá væri nú alltaf að fara til landskotans. Þú myndir bara læra hverju öðru eitthvað bull. Já. Það sem við höfum í rauninni lítið farið inn í en það er svo laust við rasisma og svona xenofóbíu í umræðinu íslenskuna og áhyggjur af íslenskunni og ég hef aldrei skynjað það í rauninni frá ykkur sérfræðingunum. Þú veist, þið einhvern veginn náið sko að tala íslenskuna án þess að það sé útilokandi eða næri einhvern rasisma eða fyrirlitningu á til dæmis innflytjendum. Sko eins og mér. Einmitt, eins og þér. En sko, já, þessi rasismi tengt sko, hvernig getum við verið eins og þið, haft áhyggjur og ást fyrir íslenskunni án þess að vera næra rasisma og í rauninni jaðarsetningu á þeim sem að skapa þessa meintu ógn á við íslenskuna. Ertu þá að tala umræðunum það að geta talað íslensku út í búð og svo framvegis og
og kröfurnar sem við gerum til fólk sem að flytur til Íslands og að vinna til dæmis í þjónustustörfum og þannig. Sko, ég held að sé í sjálfu sér það mjög auðvelt að sko finna útlendinga andúð og rasisma farveg í þessari umræðu í rauninni og vopnvæða svona málverndar sjónamið í þannig samhengi. Þannig að ef fólk vill ekki hafa útlendinga hérna, ef fólk í rauninni vill ekki sýna útlendingum, innflytjendum, fólki sem að lítur öðruvísi út, virðingu og vill ekki í rauninni virða þeirra réttindi, það mjög auðvelt að fela sig á bakvið málverndarsjónamið og segja, já, ég vil bara vernda íslenskuna í rauninni, en það ekkert í málvernd í sjálfu sér og í málrækt sem að ætti að vera rasíst eða einhvern veginn litað af útlendingaandúð. Það vilja í rauninni viðhalda íslenskunni, ræktana, það ekki eitthvað sem að veldur á einhvers konar svona útilokunarstefnu nema fólk einhvern veginn nálgist að þannig að það ætli bara loka landinu, að við hættum að flytja til útlanda, að það sé einhvern veginn þannig stefna sem tekin í málrækt. Það alls ekkert eina leiðin. Ein leið til þess að rækta tungumálið að kenna fólki sem að talar önnur tungumál, íslensku. Og eitt af því sem kannski heyrist ekki nógu mikið í þessari umræðu svona íslensku færni innflytjenda að það getur verið undirliggjandi kannski ómeðvitaður rasismi eða útlendingaandúð í því að gefa fólki ekki tækifæri til þess að læra íslensku. Þannig að ef við erum með rosalega svona allavega á yfirborðinu jákvæð viðhorf til fjölmenningar og fjöltingis en gefum fólki ekki tækifæri til þess að læra íslensku, þá erum við að koma í veg fyrir inngildingu í rauninni. Ef við segjum ok, það svo erfitt að læra íslensku að þessi innflytjenda börn, við getum bara nota ensku til þess að tala við þau og það verður miklu auðveldara fyrir alla. Þá erum við að segja þú, innflytjenda barn, ert ekki að fara á þing. Þú ert ekki að fara að taka fullan þátt í íslensku samfélagi á þínum forsendum með í rauninni öll þau svona tól og tækir sem þú þarft. Þannig að það að við ætlum bara að vera rosa góð og sleppa því að í rauninni búa til aðstæður þar sem að fólk þarf og getur lært íslensku, það getur verið í rauninni útilokandi. Það að nota tungumálið sem útilokunartæki. En það sem sagt bæði hægt að nota íslenska málvernd sem afsökun fyrir því að í rauninni kom ekki fram við fólk af virðingu og það varhugavert. Það líka varhugavert að ætla ekki að einhvern veginn búa til nógu góðar aðstæður fyrir innflytjendur svo þau geti lært tungumálið ef við ætlum að vera raunverulega inngildandi. Þegar fólk talar það að þú veist, ok, þetta ekki allt í lagi að fólk í mannastörfum, verkafólk læri ekki íslensku, þá stoppa ég alltaf svolítið og hugsa, ég meina ef þú vilt ekki að fólk tala íslensku, þá ertu líka í rauninni að koma í veg fyrir að það hafi fullan aðgangað sínum réttindum. Það hjálpar alveg ef manneskja talar ekki íslensku og ætlar að brjóta á réttindum þeirra, þú veist, til dæmis það kemur að kjörum í stéttabaráttu og svoleiðis. Ef fólk hefur ekki aðgangað öllum upplýsingum, þá getur það verið ansi öflugt tól til kúgunar. Þannig að ef þú ætlar ekki að gefa þessu fólki færi á að í rauninni taka þátt í samfélaginu í rauninni með fullum hætti,
þá það kannski ekki svo inngilding sem fólk heldur að sé fólkin í því að tala bara ensku og einhvern veginn út af því það svo praktískt og auðvelt. Krakkar sem eru með innflytjenda bakgrunn, brottfallstölunar og framhaldsskóla hjá þeim eru í kringum 40%. Það fáránlegt að gefa til kynna að við séum að bregðast þeim og ekki gefa þeim tækifæri til menntunar sem okkur ber skylda til. Þannig að það mismunun þannig líka. Getur þú nefnt eitthvað svona 2 atriði sem að þú bara, ef þú fengir nú mátt þú ráða. Þú mátt ráða fyrir forsætisráðurann okkar að menntamálráðara eða eitthvað. 2 aðgerðir, Íris, þú mátt ráða. Engin pressa. Nei. Sko, númer 1 bara það kostar að viðhalda litlu tungumáli og það kannski svolítið ódýrt hjá mér að segja það þarf bara fjármagn en það þarf fjármagn fyrir íslenska máltækni, það þarf fjármagn þegar kemur að því að gefa út bækur og aðra menningu í rauninni á íslensku og það þarf fjármagn inn í menntakerfið svo við getum kennt íslensku sem annamál með árangursríkum hætti þannig að starfsaðstæður kennara séu viðunandi og fólk hafi áhuga á því að starfa í þessu umhverfi þannig að það kannski númer 1 og við stöndum okkur ekki nógu vel með að við önnur lönd sem við berum okkur saman við alltaf þessi sama klísja þetta kostar og það þarf bara að dæla fjármagni í þetta en það þarf líka stefnumótun þannig að ég veit ekki að einhver leiti fara saman sko en það kannski númer 2 skýr sín á í rauninni framtíð íslenskunar í Wales stefna til 2050 framtíð velsku og aðgerðaráætlun þannig að sem nær meðal annars til menntakerfisins, til menningar til þess að kenna velsku sem annað mál og svoleiðis þannig að það þarf fjármagn og það þarf stefnumótun sem eru kannski frekar leiðileg svör en svona almennt líka bara fyrir okkur öll þá held ég að skipti máli að hugsa íslenskuna út frá málrækt frekar en út frá því að fordæma ógnir sem að vísindin styðja ekkert endilega séu til staðar.